Íris Lind Sæmundsdóttir, gjör svo vel. Já, takk fyrir Örn Bárður fyrir framsöguna og kynninguna á tillögum A-nefndar sem áður. Þá er þetta allt alveg frábært frá okkur og vinnan og samstarfið við aðra hefur verið mjög gott. Ég ætlaði bara að tæpa nokkrum atriðum. Mér langar líka að þakka þeim sem eru í salnum fyrir að vera á staðnum. Það er frábært að sjá fólk fylgjast með okkar starfi hér í salnum. Í fyrsta lagi þá langar maður að tæpa á 13. greininni. Bara efnislega ég er mjög ánægð með að sjá að nefndin haldi inn öðrum málslið annarra greina varðandi það að heimilt sé í ákveðnum tilvikum, ákveðnum undantekningatilvikum að kveða á félagaskyldu. Og mér langar svona til viðbóta við það sem Örn Bárður nefndi þau félög sem hugsanlega getur fallið þarna undir. Þá er til dæmis mikilvægt að hafa í huga að þarna undir myndi til dæmis falla félag fasteignasala og lögmannafélag Íslands. En þetta eru hvort tveggja félög sem að hafa það að markmiði að tryggja meðal annars réttindi þeirra sem njóta þjónustu þessara aðila og framfylgja þeim reglum sem lúta að því að tryggja það. Þannig að ég tel þetta bara mjög mikilvægt og mér langar það er ágætis skýring í öðru bindi stjórnlaganefndar á því hvað getur þarna fallið undir sem nefndin hugsanlega getur nýtt sér inn í greinagerðina. Í 14. grein þá kannski langar maður að velta því aðeins upp varðandi fundafrelsið. Af hverju orðið vopnlausir er tekið út? Má skilja það sem svo að menn megi safna saman með vopnum án sérstaks leyfis óháð því hvers konar vopn og hvar þau eru. Þetta er bara svona, ef þetta hefur hlotið blessun frá þeim sem sérþekkingu hafa þá ger ég ekki athugasemd en ég bara velti þess aðeins upp hvort að þetta hefur verið hugleitt þá sérstaklega. Varðandi 28. grein, náttúru Íslands og umhverfi. Ég er mjög ánægð með að sjá jarðveg koma þarna inn og langar þá að nefna til dæmis, það er eitt af stærstu vandamálum margra ríkja í dag er það að fjölbreytileiki plöntuafurða fer dvínandi í heiminum og ríki hafa það er ekki mörg ár síðan að gera samningur erfðafræði efni að ég veit ekki hvernig ég á að útleggja það á ensku eða íslensku segja en það er samningur Plant Genetic Resources og hann miðar að því að tryggja fjölbreytileika plöntuafurða í heiminum og að varðveita það til frambúðar og ég veit að einhvers staðar var safnað saman erfðaefnum fjölda plöntuafurða til að tryggja það að þeim yrði viðhaldi og myndi ekki deyja út. Af því að nú erum við náttúrulega að horfa fram á að það er matvælaskortur í heiminum og það má að mörgu leyti rekja til þess að ýmsar plöntuafurðir eru að deyja út eða plöntugenaefni. Þá langar mig varðandi 29. grein. Það er 4. málsgrein. Þar segir í 1. málslið loka punkturinn þar, það segir til tiltekins hóflegs tíma í senn. Er ekki óþarf að hafa tiltekinn hóflegur? Er ekki nóg að hafa annað orðið? Er ekki hóflegur tími tiltekinn fyrirfram? Ég bara svona smá athugasemd. Og svo 30. greinin varðandi 3. málsgreinina. Þar er vísað í meginreglur umhverfisréttar og það er sérstaklega tilgreint að það séu lögbundnar meginreglur umhverfisréttar. Ég geri þá ráð fyrir að nefndin ætli sér að þetta séu einungis skrifaðar meginreglur umhverfisréttarins og í því sambandi vekja athygli á því að
stærsti hluti umhverfisréttarins óskrifaðar meginreglur sem eru að miklu leyti til komnar fram í dag í endanlegri mynd sinni sumar hverjar, en þær eru í mikilli þróun og ég svona velti upp hvort að nefndin þyrfti að hugsanlega taka þarna út lögbundum ef þetta eiga að vera líka hinnar óskrifuðu meginreglur sem að ríki hafa komið sér saman og hvort það sé þá í lagi að það sé skrifað í alþjóðasamning ef því að skipta til þess að mætti beita því. En að öðru leyti þakka ég bara nefndinni kærlega fyrir og þakka fyrir mig.